Góðan daginn, gott fólk. Hér allt klárt, held ég. Það getum haldið áfram. Og velkomin í þáttinn okkar, sem orðið nokkuð, ekkert gaman, þetta Páll Núpmaður. En hann skiptir ekki máli, hvort hann sé gamall og ungur, því hann enn ferskur. Og í stakkur hann enn ferskur. Þannig að þess að Guðsorð talaði í honum og svo sem að tala Guðsorð, hann alltaf ferskur. Svo merkilegt með það að fylgja Jesú Kristi að þú ert alltaf ferskur, þú ert alltaf með ferskar hugsanir og þú ert alltaf með ferskar hugmyndir til að mynda gang lífsins og tilverunar. Þú ert ekkert einn af þeim sem ert að svona laga til veruleikann og gerir það, en þá það vegna þess að við erum breyskar manneskjur og föllum í alls konar freistni. En það ekki vilji Guðs að við föllum í freistni, heldur við göngum og lifum í raunveruleikanum. Og það getum við gert vegna þess að við erum manneskjur sem að fylgjast nú nokkuð vel með klukkunni og svo erum við með dagatalið nokkuð á hreinu og aftan við daginn árið og það veitum við nákvæmlega hver staðan og þetta þurfum við að vita. Að þessu þurfum við að vera með góð skil og við höfum orð Guðs sem til þess að hressa allt þetta við hjá okkur. Þannig við erum ekki einhverju fortíðar fólk sem að lifum í fortíðinni og viljum bara halda í fortíðina. En það verður náttúrulega að segjast eins og að því við erum manneskjur. Þá eigum við það til að dásama það sem var, en gleymum þá einnig að það sem var svo gott, að á þeim tíma var líka nákvæmlega sama baslið og í dag. Þetta ágætt að rifja allt þetta upp fyrir sér, því að þú náttúrulega ert bara manneskja og munt lifa í fortíðinni og glæsa þar ýmislegt. En þú getur líka stuða sjálfan þig svolítið með því að segja að það var nú líka ýmislegt að þá sem að í dag. Þannig að það var nú ekki svo mikil breyting á. En svona manneskja, kannski vegna þess að hún fallin manneskja, að tosa upp að baki sér og glæsa það og gera einhverju sem að var í raun og veru aldrei. En þetta aftur á móti hefur möguleika á að minnka og hverfa alveg þegar þú lifir með Kristi, því hann bara núna. Þú lifðir með honum fyrir 10 ár og með 20, en hann samt núna. Það þetta sem þú þarft að gera þig grein fyrir, að hann núna, hann hér og nú. Og þú ætlar að læra af reynslunni og vera bara hér og nú í dag. Og hvernig hér og nú? Jú, við erum staðnir upp frá alþingiskosningum sem erum komið til ára okkar. Hefur nú tekið þátt í nokkrum og ég jafn mörgum og þú. Ég 71 árs og sértu á sama aldri, þá hef ég tekið þátt í jafnmörgum kosningum og þú og þannig að ég veit nú ekki hvað orðnum margar. En ég veit bara að þetta það sem að lýðræðið að bjóða okkur upp á, þar að við kjósum og það menn og konur sem bjóða sig fram og flokkar sem að við fylgjum og styðjum og sumir gera flokkinn sinn að svona ákveðnum frelsara, en flokkur getur aldrei orðið annað en mengalla fyrirbæri, bara eins og ég og þú. Þannig að hann verður aldrei neitt frelsari, en hann mun skipa stjórnvöld og ráðherra koma úr þessum flokkum og ráðherrarnir ráða heilmiklu það sem að gerist, þeir breyta lögum og lög ýmist rýmka þig eða þau þrengja að þér. Þetta eru lög sem að þessi menn setja og að því að það lýðræði þá kosið þetta og það meirihluta atkvæði á alþingi sem að gildir og alveg eins og
að meirihluti atkvæða landsmanna ræður för hver hvað og hversu stórir þessi flokkar eru. Þannig að við ráðum heilmiklu en erum saman í þessu og erum með fólk uppstillt á háu alþingi og vegna þess að þetta er skipulagi sem Guð er með á þessu. Af hverju? Af því að hann er á himnum og við erum á fallinni jörð sem og má segja þessar stjórnir, ríkisstjórnir og alþingi og allt þetta. Þetta er svona bráðabirgðadæmi í hans augum. Því að sú stund kemur og hann tekur þetta bara allt yfir. Af hverju er það ekki frekja? Hann á þetta. Það er nú bara þannig, hann á þetta. Af hverju? Sá sem skapar eitthvað frá grunni, hann á það í raun og veru. Og þó einhver ljótur ræningi komi og steli, þá er það ekki þar með sagt að eignarrétturinn sem farin af hjá honum sem að skapa þetta frá grunni og hann hefur ekkert gefið þetta frá sér. Og hann sendi okkur Jesú Krist sem frelsara okkar. Og hann kom og frelsaði mig, hann kom og frelsaði þig. En við erum á þessari jörðu svona er. Og þar er skipulagi svona, það eru veraldlega ríkisstjórnir og við erum svo heppin að fá að geta valið þetta nokkuð veginn sjálf. En svo kemur þetta ágæta fólk til starfa. Þar ganga þær inn í hefðir og venjur sem að til að mynda ríkir mikið á alþingi. Og það er svo sem alveg hægt að breyta þeim. En það er ekkit bara neitt fyrirhafnarlaust dæmi því að þetta þarf allt saman að fara í gegnum samþykktir og þetta tekur allt saman hellingstíma og áður en það verður, þá þarf að búa til þau lög. Þannig að eitt og bingo og allt á gjörbreytt, það getur ekki gerst í þjóðfélagi eins og okkar sem að státar af lýðræði og hér er lýðræði. Vegna þess að það er fullt af þröskuldum og hólum og hæðum sem við þurfum að komast yfir áður en að þessu verður og þetta er allt saman fyrirfram gert viljandi vegna þess að það á að vera erfitt að höggva í lýðræði. Það á ekki að vera hægt að gera með einum fúlum og skapvondu kalli eða kellingu, heldur þarf þetta að ganga bara sína leið og þegar maður gefur sér meiri tíma en styttri í verk, þá er allar líkur á því að það sem út kemur sé þokkalegra og kannski ekki endilega svo hraðvirknislega unnið. Þó stundum beri á því, þá er það líklega vegna þess að þrátt fyrir þetta, þá eru menn kannski ekki alltaf að gefa sér allan þann tíma sem þarf, því að það liggur svo mikið á, svo mikil svona slæmska í þessum ágæta veruleika okkar, það liggur stundum svo mikið á, við erum svoleiðis áhyggjufull upp í rjáfur af einu og öðru sem er að gera, að við viljum bara fá þetta strax. Það er þessi strax veiki sem er alveg hræðileg og við erum öll haldin henni að því við erum svo í eðli okkar óþolinmóðar manneskjur, okkur finnst ekkert ganga. Og við viljum bara drífa þetta af. Og það er nú það hættulegast og öllu saman, það er þeir sem vilja bara drífa þetta, gera þetta núna, því að þegar þú ferð að vinna verk, það er alveg saman hvaða verk það er, þá muntu komast að því að tíminn, þegar þú skoðar það, þá sérðu að þarna er agnúi sem við þurfum að taka, svo ferð að skoða betur og lengur, þá sérðu annan agnúa sem þú þarft að skoða og breyta þá eða taka út, eða hvernig það er. Þannig að með því að gefa sér tíma, þá er allar líkur á því að verkið verði 10 sinnum fullkomnara en hroðvirkning nokkun tíman getur skilað að sér. Og það er í og með þess vegna sem þetta er svona oft tafsam á hinu háa alþingi, því að það er einmitt þetta sem tíminn gerir, að hann lagar nú alveg helling af þeim verkum sem að við settum fram alveg svoleiðis bara fljúandi gleð og ánað og viljum bara fá þetta á morgun, eða helst í dag í kvöld, eftir daginn, en það gengur ekkert þannig. Og sum verk eru þannig sem að háttvirkt alþingi er að vinna, að þau eru lögð til hliðar, til síðari skoðunar. Kannski er það leiðin þeirra til þess að þetta dagi bara uppi og líklega þá, ef menn vilja að fari þá leið, þá er það vegna þess að þetta er bara ekki nógu gott. Menn sjá ekki að þetta sé neitt út í þessu.
Af hverju? Nú, þetta eru bara menn sem eru að vinna á Alþingi. Þetta er ekki neinn ofur menni með gætir einhverjum ofur gáfum. Þetta er bara fólk eins og við. Og við vitum þetta, við vitum margt að stundum gerum við fljótvirknisleg verk og við segjum, ég hefði ekki átt að gera þetta. Þetta er út allt samfélag sem þetta er svona. Og svo kemur Jesú inn í það og þá byrjum við að hægja á okkur. Og hann er vitið okkar í raun, þó ekki vitið okkar, við erum frjálsar manneskjur og getum gert það sem við viljum. En við viljum að þegar við trúum á Jesú, við þekkjum hann og vitum hver hann er, að hann sé með okkur í þessu. Og þú byrjar að kalla til hans, bíða til hans og svo framvegis og hann er með þér í verki og hann getur gefið þér alveg fullt af hugmyndum inn í verkið sem að engan veginn eru frá þér komin, heldur frá Jesú og þú sér það að þetta smell passar inn í það sem þú ert að gera. Þetta er vitið sem að Drottinn vill að við sýnum og sjáum og vitum af og við birtum kannski eitthvað sem jafnir fullt af fólki, já, þetta er harla gott hjá kallinum, henni sem að gerði þetta. Þannig það er til alls að vinna og ég tók eftir því með sjálfa mig því að ég er nú vitnisburður að þessu leyti og þú ert líka vitnisburður ef þú áttir Jesú í hjarta þín. Já, ég man alltaf eftir því, ég var að tala um það, ég var að skrifa áður en að ég frelsaðist og þá var ég aldeilis ekki guðlegu maður og talaði kannski ekki alveg svona eins og ég geri í dag. En ég man alltaf eftir því að ég skrifaði og frelsunin mín hún gerði bara með fingursmelli, það var þannig. Og ég skrifaði, bara fljótlega eftir að ég frelsa skrifaði því ég held ég bara áfram. Og svo birtist greinin. Og ég segi, ég veit ekki hvort að nokkur annars sjá það, ég sá himinn og haf á gæðum á þessari grein og öllum hinum sem ég gerði á undan. Gæði, af hverju? Jesú var komin inn. Hann var tekinn yfir og ég byrjaði strax bara að sagði Drottinn minn, ég gef þér þetta og þú gerir þetta eins og þú vilt. Og þetta var niðurstaðan. Ég man alltaf eftir ég las og mér ekki rogast aðeins hvað þessi var miklu flottar en allar hinnar sem að ég gerði og nú er ég bara að tala að minni eigin reynslu því að ég er maður sem var að gera þessi verk. Þannig að maður læriði strax alveg helling að því að fylgja honum og þetta styrkti undirstöðunar það. Já, það er bara heilmikið viti að fylgja þessu og ég hef fylgt honum frá þeim tíma og það er komin yfir 35 ár eins og ég stund talað um. Þannig að ég er ekkert að fara nei. Ég mun halda áfram að boða Krist því að hann á að njóta sanngirnis alveg eins og þú og ég. Hann er lifandi veruleiki, þú selur hann ekki, en hann er lifandi veruleiki og birtingamyndir hans eru út allt til að mynda ég og þú sem eru frjálsar manneski sem eru boðbera krossið. Og við erum ófeimið við að láta vita honum að við vitum hvað hann er, hvað er hann. Ég segi fyrir mig, hann er allt fyrir mig. En ég tek þátt í kosningum og öðru slíku því að ég vil auðvitað er í þessum heimi eins og hann er og hann er með sitt skipulag og þær ráða og ríkja þessi stjórnvöld hvar sem þau eru en því miður þá eru vond stjórnvöld í allt of mörgum löndum. En við erum ekki með vond stjórnvöld, við höfum alltaf verið með afskaplega þægileg stjórnvöld, en svona misjafn kraftur í þeim, eins og gengur og gerist með allt sem að menn gera og það er lenska í okkur að finna stjórnvöldum allt til foráttu. Já, það er lenska hjá mörgum, ekki öllum, megum við ekki gleyma því að það er ekki alltaf allir eitthvað bara með hnefun og lofti, sumir eru það. Og þetta er fólki sem er alltaf með háaðan í kringum allt. Eru þetta fólk svo vitið? Ég bara blæs á það, ég segi bara þvert nei. En þetta er fólk sem er gramt í hjarta sínu, er reitt í hjarta sínu, er óstöðugt í hjarta sínu og það á ekki til þolinmæði af því að hjartað er svo lemstrað af alls konar áreiti frá lífinu því að lífið er bara átakasvæði og það er ekki alltaf
og það fer í raun og veru ekki vel með nokkurn mann og það held ég að við getum sagt sem að, já, og eftir því sem árið færast yfir, að það hefur ekkert alltaf tekið mannin einum vettlingatökum og af hverju? Af hverju ætti það eitthvað að lífa mér frekar en öllum hinum og það lífir mér ekkert frekar en hinum. Þannig að við erum öll saman á vissan hátt svona svolítið barinn. Svo það eftir móti einstaklingsbundi hvernig við vinnum úr þessum barningi. Sumir leyfa honum að styrkja sig og herða og gefa visku inn í alls konar mál, en sumir bara lyppast niður. Þessi harka sem hún vegna þess að það er synd og bak við syndina er afl sem heitir Satan. Syndin út allt. Drottinn kom gegn syndinni og hann reif mig úr syndinni og segði þetta með mér ef þú þekkir Jesú og við erum ekki lengur undir afli syndarinnar. Þess vegna líka auðvitað gætu okkar á því sem trúarmanniski að synda ekki framar. Eins og Drottinn sagði við Hórseku konuna sem að einhverjir menn komu að við að drýja hór, við veitum alveg hvað átt við. Og það voru ákvæði, skýra ákvæði það í lögmáli gyðinga að þess slíkar konur skyldi grýta. Þetta er harkalegt, en örugglega verið bremsa fyrir einhverja að fara ekki inn á þessa braut. Og Kristur, það átti að negla hann líka, því að þeir voru alltaf að reyna að negla hann til þess að geta fjarlægt hann. Og þeir koma til hans og segja hvað hún hafi gert og þeir hafa staðið hann að því. Og hann segir, mælir svona eftir smá tíma, hann leiði þeim og þusa hann áður en að svara þeim. Þeir segir okkur það stjórnaði honum enginn, hann stjórnaði þessu öllu saman sjálfur. Hann segir við þá, reisir sig upp og segir, sáu þessum syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Og hefði einhver kastað grjóti, þá hefði henni geta hort á hann og segja, hvað, ert þú syndlaus? Eða hefðu allir vitað því, það ger ekki neitt og þeir slepptu steinunum hver og eftir öðrum og gengu ábyggilega svolítið sniftir burt. En konungurinn stóð eftir og hún held ég hafi verið einn af diggustu lærisveinum Jesú frá því. Held það, annars þekki ég svo mikið alveg þess að sögu. Þannig en ég held að með þeim hætti sem þetta var. Þannig að þessi kona er myndin af því, bara mér og þér, sem söðlaði hvað sitt líf varðar. Gjörsamlega breytti öllum stíl og öllum háttum og laut Kristi bara eftir það. En við munum líka orðin sem að gengum með henni þegar hún fór og syndga ekki framar. Þetta er það sem hann segir við þig sem ert frelsuð manneskja, syndga ekki framar. Og þetta er eitt af því sem hægt að deyja og það get ég nú alveg sagt á þess að vera að segja neitt of mikið. Að maður hefur nú ekki farið inn á þá braut aftur en Drottinn veit leyndar syndir og ég bið hann að fyrirgefa mér þær. En svona vitsvitandi mér ekki kunnugt neina synd í mínu fari og ég veit að þetta finnst þér mest í hrokin og mér alveg sama hvað þér finnst vera hroki. Ég er bara að segja það sem og ég er bara að segja þér sannleikan, minn kæri vinur, og það skalt þú gera líka við sjálfa þig og alla aðra í kring, því að þá ert þú væn manneskja og ég veit að þú vilt vera væn manneskja. En þetta er eitt af því sem að Drottinn vill við okkur tala í dag. Hann vill að við svona sjáum gæði í lífinu í kringum okkur. Og ég segi gæðin mestu eru bara eiga Krist. Af því að það er svo margt sem fylgir með gjöfinni sem Kristur gaf þér, fyllti þig heilugum anda og gaf þér trú. Hann segir við þig og þú ert viss það hvert þú ert að fara. Veistu hvert þú ert að fara? Já, segiru, af hverju óttastu þá dauða? Ef þú veist hvert þú ert að fara. Af því að þú veist ekki hvert þú ert að fara, það er eitthvað í þér sem hrópar á lífið, ég vil lifa. Ég er að tala hann sem gefur þér líf, hann heitir Jesú. Þannig að þú skalt ekkert vera neitt að blekkja þig.
óttast dauðan, segi ég. Ég veit að það fylgir manni sem á ekki til Jesú að óttast dauðan. Ég var einu sinni á þeim stað að óttast dauðan. Og kannski kom upp þessi hugsun alltaf með reglulegu millibili að maður óttaðist dauðan. En svo frelsaðist ég, þá hvarf þessi ótti við dauðan því ég vissi að með Jesú þá myndi ég bara lifa. Og ég er ennþá á þeim stað að ég mun lifa með honum. Þannig að dauðin er bara einhvað fjarra. Þú mátt alveg segja þetta sem þú vilt, en þetta er staðreyndin í málinu og þetta er það sem að Kristur er að kenna sínum mönnum og sannfæra mönnum og þeir sjá þetta að þeir eru að lesa í Biblíu, þeir eru að fræðast í Biblíunu, þeir sjá birtingamyndina úr texta orðskuðs allt í kringu sig, bara enn þann dag í dag. Það er talað þetta allt og þú ert að horfa á þetta og þú ert inn í þessu sumbar og hefur oft verið inn í þessu þó þú getur dregið úr því aftur af því að þú átt í Jesú, þú átt samfélagi við Jesú sem sjálfur er með stórt og mikið samfélag sem þú ert velkomin í. Og þetta er eitthvað sem að Drottinn etur að okkur, það er sitt samfélag, við köllum það kirkju, en þetta er bara samfélag trúara manna sem eru saman til þess að uppörva og hvetja hvern annan. Það er alveg eðlilegt, því að ef þú vilt tilheyra einhverjum hópi, sem þú vilt, því að öll erum við nú þannig, við tilheyrum einhverjum hópi, og trúaði menn þeir tilheyra hópi, og þessi hópur kemur saman oft eða sjaldan í kirkjunni, salnum sem að þessi störf eru með og þar fer fram kennsla og hvatning og menn hittast og eru orðnir margir áratuga langir vinir og svo framvegis og alltaf svona kærleikur þar upp að við, já, alltaf kærleikur þar. Akkur, það er bara af einni ástæðu, Kristur er það. Þetta er ekki flókið mál. Þetta er bara aldeilis ekkert flókið mál. En þetta er það sem við erum að boða og kannski ertu á þeim stað, þú hristir höfuð og finnst lítið í svona flutningi. En þetta er staðreynd. Þetta er það sem maður er búin að lifa við og búa við og í 35 ára eða meira og ég er ekki að fara neitt. Þannig að þú hlýtur að sjá að þessi einstaklingur sem er bara venjuleg manneskja eins og hver annar, sér eitthvað við þetta. En hvað sér þessi manneskja við þetta? Sér Jesú og verkin hans og heillast af því. Hann er að vísu inn í þessum heimi eins og hann er og hann tók þátt í kosningunum eins og í flest skipti sem hefur verið kosið, þó ekki alveg öllum en flestum. Að því hann er í þessum heimi eins og hann er og honum er stjórnað af yfirvöldum, af maskininu sem heitir Alþingi og þar verða til lög, eins og vorum að segja það, sem þrengja þér eða rynka til þig. Þar eru lög sem skylda þér til þess að greiða skatt til ríkisins og við getum deilt það hvort að þessi skattprósenta var hærri eða lægri og það er svona átakasvæðin sem við erum á og ég segi skattprósentan má alveg lækka. Hvað merkir það? Jú, ég hef meira á milli handa mér sjálfur, en ég er ekki sammála því að einhverjir hópar eigi að vera skattlausir. Það sé ég ekki að sé sanngjörn leið. Og akkur á eitthvað að vera verðlauna fólki fyrir að hafa stundað vinnuna sína, alla sína ævi. Við verðum að vita, við verðum að sjá hvernig þetta er. Akkur er ég að vinna? Að ég þarf framfærslu. Og hver skaffar mér framfærslu? Það er atvinnurekandi. Þannig að þetta er allt blessun hvort með öðru og þó ég er náttúrulega sem orðin gamall maður í dag að þá er ekki þar með sagt að einhver skuldi mér eitthvað. Ég bara blæs á það skulda mér engin nei. Og ég get líka bætti við, ég skulda engum heldur. Ekki lengur, ég var nú skuldsegur gæi hérna eina sinni en það er löngu liðin tíð. Akkur ég? Því Kristur hefur fengið að kenna þessum einstaklingi. Og að því að maður skuldar ekki neitt, þá getur maður leyft sér að lifa ágætislífi af ekkert svo háum tekjum. En ég er bara í dag með ellilaunin mín og ég veit ekki að ég spæl nú ekki mikið í þessu. Ég held ég sem að borga skatt af þessu, já, örugglega erum við að borga skatt af þessu og ég harma það ekki neitt.
Ég bara stoltur af því að vera enn skattgreiðandi til þessa land. Af hverju? Ég komin af vinnumarkaðanum og núna kerfið að sjá fyrir mér. Sjáu mína framfærslu að hluta til. Ég lagði til hliðar eins og skylt og lög fyrir að greiða í lífeyrissjóð. Nú hann að greiða mér tilbaka. Það vísu ekki neina rosa upphæðir en hann að greiða mér tilbaka. Og þannig að þetta safnaðist í sarpinn og nú ég búin að vera að njóta góðs af þeim núna í nokkur ár og ég harm ekki neitt, hvort ekki neitt og ég segi það skuldar mér engin neitt. Ég bara þakkláttur fyrir það að geta þó unnið og geta aflað með tekna með vinnu handa minna eins og var lunga minni ævi. En svo tók þetta kerfi við sem og þetta allt saman verk hérna alþingis og ráðherra og þingmanna og svo framvegis. Þeir bjuggu til lög þetta og nú eru lög fyrir því að ég fæ mánaðarlega úr þessum sjóðum sem ég afskaplega þakkláttur fyrir og heldur mér á floti. Já, sér alveg fyrir mér, má segja, hvað peningana varðar og við þurfum öll aura til þess að geta skrimm og þannig bara það. Þess vegna hvet ég menn, alla menn og konur, losið ykkur við skuldirnar. Nú segir hvernig í ósköpunum á ég gera það? Þetta sagði ég líka. En það líklega fyrir 15 eða 20 ára sem að ég losaði mig við þetta. Fram að þeim tíma til ég gekk í verki þá sagði ég veit ekki hvernig ég á að gera þetta. Ég sé ekki neina leið til þess að vera að hreinsa mig á skuldum. En það tókst nú allt saman á 5 árum, 4 árum held ég, og það gjörbreytti afkomu minni að hún bara margfaldaðist við þetta. Ég sá það, ég vissi á hvaða leið ég var, ég vissi að ég ætlaði mér að vera í ranni Guðs þar sem eftir liði og ég vissi að kirkjan var ekkert að gefa mér neina peninga og svo framvegis þar var ekkert að hafa. Og þetta bara staðan, við tölum bara hlutinu eins og þeir eru. En Drottinn sá vilja minn til að gera þetta og ég man alltaf eftir því, ég hef nótt talað það var mjög merkilegu kafli í mínu lífi sem varði í 1,5 ár og það sannleikur. Og ég hef líka oft sagt frá því að ég held ég hafi haft á þessu 1,5 ári eitthvað rúmar 100.000 krónur. Þannig þú sér að þessi kall var nú oft blankur. Og þetta var ekki góðu tími og svo endaði náttúrulega með því að maður sagði bara hingað ekki lengra, svo ég geri þetta ekki lengur. Og ég stend andspænis Drottni, ég segi, Drottinn, ég tilbúin til að þjóna þér og ég meinti það, ég tilbúin til að þjóna og mér hefði þótt alveg svakalega slæmt ef að það hefði gengið eftir sem ég var að pæla. Ég ætlaði bara að fara að vinna, ég var á þeim aldrei, ég hefði kannski farið bara á sjóinn aftur. En Drottinn heyri röstu mína og þá breyttist þetta allt. Hann fór að láta mig hafa peninga, það vísu ekki mikla peninga, mjög litla peninga til að byrja með. En sjá núna ég komin upp í ellilaunin mín og þá fannst mér ég sjálfur vera hátekjumaður og það skammar að vera að segja þetta, en þetta það sem ég upplifði. Ég bara hef verið alveg bærilegur síðan. Man eftir því á þessu blanka svona og freka matalitla tímabili þá lagði ég nú svolítið af, ég var nú viðurkenna það. En ég leiði aldrei neitt skort. En þetta ekkert líf til að lifa til lengri tíma, það þetta að gera þetta í einhvern skamman tíma, en þú verður að gera eitthvað sem að gefa þér tekjur og hann opnaði mér þessa leið. Og þannig fleytti ég mér áfram af ekkert rosalega miklu en nógu til þess að sparsamur ég gæti gert þetta. Þannig að þetta svolítið mikið vilja ákvörðun okkar og ég var ekki búinn að losa mig við allar skuldir þegar ég stend andspænis Drottni og fer að fá aðeins meiri peninga. Það kom eitthvað 4-5 árum seinna að ég tek mér tæki og gengi að semja allt það sem ég skuldaði. Og
Og það gekk eftir eins og ég hef verið að segja og ég man alltaf eftir því óþolinmóður maður eins og ég sem var alveg viss að þessu myndinu aldrei ljúka, ég var svolítið þar, ég var að gera eitthvað. Og ég sá niðurstöðuna og ég sagði 4 ár eða 5 ár, 4 ár, ekkert mál. Og þessi 4 ári voru ég reynd, ekkert mál. Ég fann aldrei neitt fyrir þessu. Ég bara gekk af reikningum mínum viss uppað í þessi 5 ár eða 4 og ég átti alveg nóg eftir. Svo kom bara kvittun að búa að núlla allt út og þá náttúrulega hætti þessi uppað að fara af reikningum mín og ég fekk hann yfir til mín og gat að ráðstafa öllum mínum tekjum bara sjálfur. Ef þú skuldar þá ertu henni minn og vina mín ekkert að ráðstafa öllu þínu tekjum. Því að annar lánsaðilinn, hann á part af þeim. Og þetta heggur í þína litlu tekjur. En samt viltu ekki ganga í það að losa þig við þessar skuldir og hætta að taka lán. Þú segir, ég veit nú ekki hvernig ég á nú að fara að þessu að ég tek ekki lán. Ég get ekki keypt mér húsgögn ef ég fæ þær ekki á afborgun. Það skaltu bara bíða með að kaupa þín húsgögn. Það er líka hægt að fara þessa leið. Og þetta segi ég í dag er svona skynsamari leiðin í málunu, en þú auðvitað ræður alveg hvað þú gerir. Þetta er bara það sem ég er að ráðleggja vegna þess að þetta hef ég svo góða reynslu af. En ég veit að þetta er ekki endilega til vinsælda falli að tala svona vegna þess að menn er ekki að ná upp í þetta. Alveg eins og ég gerði sjálfur. Þá til ég bara steig þessi skref. Þá sá ég, ég get víst náð upp í þetta. Ég get haldið utan um þetta og ég get varðveitt þetta og það er komin eins og ég segi, yfir all mörg ár síðan og ég er ekkert að fara út í aðra sálma en þessa, því að þetta er besta leiðin. Og akkur ætti ég að taka næst bestu leiðina þegar ég hef fundið bestu leiðina og út í hina sálmana mun ég ekkert fara og svo hjálpi mér Guð. Þetta kendi mér að fara með peninga, þetta kendi mér að fara vel með peninga og að því að maður líka lítur Guði sem blessar og blessar og blessar, að þá vantar manni aldrei neitt. Ég hef líka sagt það, ég er nú búin að vera með þetta starfi í 20 ár. Ég segja það bara ábyggilega og kannski hafi það ekki verið nákvæmlega eins og þetta til að byrja með, þá er þetta í raun og veru sama starfið. Og ég man ekki eftir því að annan að ég hef alltaf fengið allt því þurft til þess og þetta eru peningar sem þetta kostar að gera þetta. Þó að þú kannski borgir ekki 5 í þetta og ég er ekkert að biðja neitt um það. En þá kostar þetta fullt af peningum að gera þetta. Og þetta tekur að tíma mínum alveg svo það myndi taka af tíma þínum og tími minn er verðmætur eins og þinn tími. En ég tel mig verja honum hvað best með þessum hætti því að ég er að lofa Guð og tala um Guð, mátt hans og megin, í mínum kringumstæðum. Og þú ert manneskja eins og ég ert í þínum kringumstæðum og þú ert sköpuð manneskja af Guði og Jesú Kristur vill fá þig alveg svo mig. Þannig vill að þú kynnir sér til hann getur fara að gera vel við þig eins og hann hefur gert við mig. Og ég er ekkert eina manneskjan sem Jesú hefur gert vel við, talaði við hvern sem er og þeir hafa allir og þeir og þær hafa allir þessa sögu að segja. Jú, það er harla gott að vera á Jesú. En þetta sem við eigum að halda í, varðveita og vinna með, að þegar við getum það. Við eigum ekki að kasta Kristi fyrir róða eins og margir gera, eða koma gegn því sem að Kristur er að gera eins og margir því miður gera líka. Það er nú líka þannig að það er sem sagt andstæð við kirkju og Krist vex. Af hverju? Vegna þess að þegar við gefum eftir Kristi gildi þá vex þessu illa ásmegin og það er það sem er að gera. Þessu illa er alltaf að vaxa ásmegin. Voðalegur hræðslu og áróður ertu með, voðalegan hræðslu og áróður ertu með, hvað er það með? Þetta er ekki hræðslu og áróður, þetta er bara veruleiki. Alltaf þegar að kirkjan hefur gefið eftir, þá hefur illa vaxið og við sjáum það í alls konar í samfélaginu. Þegar ég var ungur maður,
og það muna þetta fleiri en ég, þá var það frekar óalgengt að menn læstu húsum sínum þó þeir færu. En sumir reyndar höfðu þann síðan að læsa hjá sér og það var allur gangur á því. Eins var það með bílinn. Bílum var yfirleitt ekki læst. Þeir bara menn skelltu hurðinu og hlupu svo inn og svo opnuðu sína bílhurð og óku af stað. Það var enginn að gera neitt í þessu. Þetta kom fyrir að bílum væri stolið, en það var mjög fátítt. En þú ferði ekki út úr bíl í dag nema að harðlæsa öllu og loka öllu og gleyma ekki. Af hverju? Af því menn að fara inn, já, jafnir til því og taka eitt og annað. Þetta er dagurinn í dag. Af því að hart hjarta, það vex ásmegin. Hart hjarta kemur því til vega að eignaréttur annar, þú núllar hann í raun og veru út. En þetta er ekki vilji Krist. Og við þetta kristna fólk erum ekki með þessari hugsun, við virðum það sem aðrir eiga. Af því við eigum Krist. Af því að hann veit að við séum heiðarlegt fólk. Af því að við erum birtingamyndin hans. Sem eitthvað ærlegt, eitthvað gott. Hann hefur aldrei breyst. Heimurinn er allur á flegi ferð. Hann er núna á þeim stað að í raun og veru er hann alltaf meira að leyfa allt. Sama hvað það er, þú mátt það. Við sjáum þessa kynskipti þvælu alla sem er í gangi. Og það bara veist að fólki eða dirfist að tala gegn þessu. En það skylda mér sem kristinn maður að gera það. Þetta er rangt. Við þurfum að gera það sem er rétt. Það er boðskapur Krist frá A til Ö. Þetta særir einhvern, segja menn. Ég veit það ekki. Sannleikurinn er nú samt þessi. Og okkur ber að tala það sem Jesús segir og stoppa þar. Við höfum sömu skoðun og Jesú. Að við tilheyrum Jesú, að við þekkjum Jesú, við vitum að hann hefur gert svo margt gott fyrir okkur og við erum ekki þess vegna að gera þetta. Heldur erum við að þessu vegna þess að við vitum hann gerir það sem er rétt og við framberum hans réttlæti. Og þá tölum við gegn fullt af einhverju sem bara heimurinn hefur gleypt við og er undir. En heimurinn er ekki alltaf að gera rétt. En við hins vegar í Jesú nafni gerum það sem er rétt, gerum hans vilja og verður aldrei í neinu öðru sig. Þetta er boðskapurinn sem við viljum koma á framfæri og þetta er svo boðskapur sem Kristur vill að við vinnum með og erum í raun og veru í okkar lífi. Þess vegna ástunda ég kærleika Krist. Ég les orð hans að ég vil vita hvað hann hefur mál að segja og ég tala þó alltaf Jesú nafn. Ef þú hlustar á þessa þætti, sem ég veit þú gerir, þá sérðu að grunnþráðurinn, rauði þráðurinn í þessum þáttum er Jesú. Ekkert annað. En hann er lífið sjálft. Og þess vegna getur við í raun og veru talað allt lífið eins og er. Og það líka höfum við gert í þetta þáttum og það held ég sé bara einn besta mál. En þetta nafn Jesú skaltu muna og þú skaltu vara að veita það því að það er rétt að þjóna honum. Það ekki? Ég veit ekkert annað sem er réttara en þetta er það sem ég vil gera. En ég er ekkert að segja þér hvað þú átt að gera. En þetta er það sem ég vil gera og þetta er það sem ég segi að sé rétta leiðin, rétti vegurinn og nú er ég að tala af reynslunni því að ég hef ekkert séð neitt nema gott við það að fylgja Kristi. Að vísu fylgir því ákveðin árás og það er vegna þess að það er afl sem sækir á fólk sem á til Kristi hjarta sinna. Og Kristur lætur okkur vita þessu öllu saman og við fengjum ekki þessar árásir svo kallaða að þá væri Kristur ekkert að segja okkur sannleika. Þá væri þetta ekkert rétt. En að við upplifum þetta og við veitum, jú, þetta er sannleikur og því skildi þá ekki allt hitt vera líka sannleikur sem Kristur er að tala um og við höfum komist að því, jú, þetta er allt saman sannleikur af því að hann er að segja það
Og þetta er góð stað að vera undir og við ljúkum þessu hér og Konráð þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.